Til að setja inn mynd, þá þarf maður að setja bendilinn einhvers staðar nálægt staðnum. Bendillinn þetta hérna tákn sem músartáknið, þegar við erum hérna að hreyfa músina. Og þá smelli ég einhvers staðar inn í texta nálægt þeim stað þar sem ég ætla að hafa myndina. Ég er svona að setja inn mynd af honum Ármanni. Þetta enginn strákur í alvörunni sem við erum að tala en ég ætla bara að finna einhverja myndarstrák. Og þá þarf ég að fara hér upp í þessu bláa, í Insert. Og ef ég ætti myndin á tölvunni minni, á honum Ármanni, þá myndi ég segja Pictures og leita af myndinni. En þar sem ég á það ekki, þá ætla ég að fara inn í Online Pictures, sem þýðir að ég get fara á netið og leita af myndum. Smelli á það. Og get skrifað hér inn. Ég ætla að skrifa hérna bara boy, því að best að leita á ensku, þá fær maður flestar niðurstöður og ýta enter til þess að leita. Og þarna kemur slatta strákum og ætli þetta sé ekki bara hann Ármann. Ég hugsa það. Ég ýti á insert, sem valdi myndina, ýti á insert og þá kemur þessi risa mynd. Upp og sí, hvað gerum við því? Nú, við byrjum á minkana. Til þess að myndin afbakist ekki öll og verði mér skrítin í laginu, þá draugum við hornið og höldum shift-takkanum. Það takkið þar sem við gerum stóra og lítinn stað. Og oft gott að gera þetta í fleiri en einu skrefi. Músin þetta skrítin, hún vill ekki alltaf hlýða með alla leið. Ég ætla að hafa hana bara svona eins og passametru, litla hérna. Og þá sjáum við hvað hefur gerst. Hún býr til rosalega langt bil hérna á milli. Og við ætlum að reyna að komast hjá því að hafa það. Við ætlum að leyfa textanum að vera hérna í hliðina á myndinni. Eða réttara sagt ætla ég að hafa myndinni hérna megin. En til þess að geta fært hana og fengið texta við hliðina á myndinni, þá þarf ég að ýta þetta litla takk hérna. Það sést ekki ef að myndin ekki valin, en ef ég vel myndina, þá kemur þetta takk hér. Ég smelli á það og vel þetta sem efst hérna til vinstri. Það stendur square ef ég blendininn í smá stund yfir. Smelli á það og þá sjáum við línurnar koma allar hér upp á milli. Og nú get ég smellt á myndina og haldið og dregið og fært hana hver sem ég vil. Og ef þið sjáu grænu strikin sem koma hana, þá sést það að það sýnir hvar spássían er. Og þetta alveg mátulegur staður. Við viljum blekkja myndina fari út á spássíuna hér og allan ekki alveg út og alls ekki hérna út á brúninni, því ef ég ætla að prenta þetta út, þá gæti prentarinn ekki prenta nema hlutan, hann býr alltaf til hvítan ramma aðeins hérna í kring. En það heita spássíur, þetta hvíta pláss sem hérna fyrir allt í kringum texta.